Það eru komið Sigurbjörn Bárðarson landsliðsþjálfara. Sigurbjörn, þú hefur tilkynnt Val. Stoltur á því? Já, mjög stoltur. Þetta hörkuhópur, alvöru knappa náttúrulega allt saman eins og maður gefur að skilja. Auðvitað eru fyrir utan einhverjir sem mættu brýndir enda þarna inn líka, en ykkur stað þarf maður að skera niður. Þetta maður sniðið stakkur og ég held að við getum öll verið stolt með þennan hóp. Og það eru eins og ég kom þarna að þegar ég var að kynna hana að hinni banka á og það verða breytingar og það eru breytingar núna og eins á ég eftir 2 sæti ef ég vill setja inn sko, þannig að það er alltaf hægt að skoða það. Nú er þetta annað skipti sem þetta er tilkynnt svona með þessum hætti í upphafi tímabils, ef svo má segja. Reynslunni ríkari frá seinasta ári, eitthvað sem maður fara betur en þá? Já, reynslunni ríkari helling náttúrulega, því að þetta er svo, við erum komin inn á svo nýjan vettvang í raun og veru og það sem að við komum til náttúrulega að gera núna að við nýtum þennan starfskraft sem við erum með landsliðið okkar, það er Norðurlandamót og við keyrum náttúrulega örugglega mikið á þeim kraft sem við höfum þar þó að aðrir eigi innangengt í liðið eins og á heimsleika líka sko, þeir sem ná góðum árangri, ég er opinn fyrir öllu slíku. En þetta skapar miklu meiri ró yfir verkefni líka sko, því maður það er ekki á kot vísað að hafa þennan hóp að baki sér. Þannig að það er mjög jákvætt. Nú Norðurlandamótið að sjálfsögðu frábrugðið heimsmeistaramótum, oft höfum við reitt okkur á hesta sem eru jafnvel á meginlandi Evrópu. Er það eitthvað sem verður með svipuðu sniði í ár? Mér sýnist það að við eigum ekki bara þennan hest að forða að við getum fórnað á hverju ári bestu hestunum. Og menn að byggja bara upp og byggja og það er einhvern veginn, það er nóg blóðtakan á heimsleikum þegar kannski fara 14-15 hestar úr landi, sem sagt toppurinn bara. Þannig að ég reikna með að við þurfum að leita að hestum erlendis mikið, að það verði uppistaðan í liðinu. Þú sagðir að sjálfur hér áðan að það var ekki tjaldað til einna nætur, þið eru strax farin að huga að HM 21, þannig að það er hópurinn líka valið með það í huga? Að sjálfsögðu og það er þarna knapar, opnir þessum knöpum vera að stefna á að vera í þrönga hópnum landsliðinu endalega og það er ekki ráðnum í tíma sér tekið og núna eru 2 ár er bara fljóta að líða. Sá sem ekki er með hestinn núna, hann er á hálfum ís vegna þess að það er bara, menn eru með svo mikið langtíma markmið og markmiðsetningar eins og íþróttin á að vera byggð upp á að það er voðalega sjaldgæft að koma einhverju smellir á síðustu stundu inn eins og gerðist í gamla daga. Það er vegna þess að þetta er orðna miklu þekktari stærðir, það er að segja þjálfunargeirinn og hvaða hestar eru í gangi hjá knöpum og hvaða knapar eru að þjálfa og hvað þeir eru að gera. Við vitum svo mikið meira það. Þannig að það er þessi uppbygging sem á sér stað sem er fann að skila sér eins og íþróttin er í heild sinni. Sigurbjörn, við óskum þér til hamingju með valið og hlökkum til að fylgjast með þessu ári. Takk fyrir og takk fyrir áhugann sem þið sýnuð okkur.